I dig it. Don't engage alone. We do this together. Ever done battle? I've just pushed some people and run away. I dig it. Don't engage alone. We do this together. What are your superpowers again? I'm rich. Justice League, frumsýnd 17. nóvember. Með pulled pork, double bacon, jalapeno, rjómaosti og barbecue-sósu, Caesar-salat pítsan með kjúkling, hvítlauk, ferskur Caesar-salati á toppnum, Gísla og Uppsölu með pepperoni, baconi, rjómaosti, piparosti og svörtu pipar. Shaken pizza, einfallega betri á bragðið. Svona þetta. Gera, læra, vinna, skapa og leika þér. Babú. Ekki gleyma að leika þér. Svona þetta. Fáðu Lenovo hjá Nýherja, Borgartúni, Kaupangi og netverslun.is. Svona þetta. Verslunartækni. Allt fyrir veitingar og stóreldhús. Verslunartækni, Draghálsi 4. Já, góða kvöldið kæru áhorfendur og verið velkomin í beina lýsingu. Ég beint frá Neskaupstað, Þrótturnes og Stjarnan. Eigast við í Misún og deild karla. Hörku leikur framöndan. Og ef við skoðum svona stöðuna í deildinni þá eru hákáingar með þvílíka yfirburði eftir fyrstu 3 umferðirnar, búin að vinna alla leikinn og allar hrínurnar sínar sömuleiðis. KA er í öðru sæti með 4 stig og Stjarnan kemur næst með 3 stig. Þrótturnes með 2 stig. Afturölding er á botninum með ekkert stig. Og við skulum kannski bara fljótlega renna hér yfir leikmannalistanum á liðunum. Matthew Gibson nr. 1 hjá Stjörnunni, Janis Novikos nr. 2, Michael Pelletier nr. 3, Martin Riux nr. 5, Egill Þóri Arnarsson nr. 6, Þorsteinn Guðmundsson nr. 7, Ismar Hadziredzipovic nr. 9, Baldur Tryggvason nr. 13, Ostris Bukowskis nr. 14 og Kristoffer Björn Ólafsson Proppe nr. 15. Hjá heimamönnum er Jorge Manuel Basualdo Castano nr. 1, Miguel Mateo Castrillo, leinivopn þeirra nr. 2, Valgeir Valgeirsson nr. 3, Galdur Máni Davíðsson 4, Hlöðversson nr. 5, Atli Fannar Pétursson nr. 6, Börkur Marinarsson nr. 7, Hlynur Karlsson 8, Ragnar Ingi Axelsson 9, Kristján Pálsson 10, Birgir Freyr Elvarsson nr. 12, Borja González Vicente nr. 13, Þorsteinn Ágústsson nr. 16, Þórarinn Jónsson nr. 17 og svo komið að landinu Snær Sigurjónsson nr. 22 og Kári Kressveldi nr. 23.
Meðalaldurinn sem Þróttaraliði ekkert svakalega hár, margir ungir og efnilegir í. Svo koma svona nokkrir reynslu boltar eins og Hlöðversson og Þorsteinn Ágústsson. Ásamt Kristínu Pálsson sem fæddur 82. Þessi leikur þeir að fara í íþróttahúsinu í Neskaupstað. Þróttur Nes tapaði fyrsta leiknum sínum móti KA 3-0. Unnur svo KA heima 3-2. Spennuverður leik. Stjarnan aftur á móti inn í afturlendingu 3-0 og tapaði á móti HK 3-0. Sjáum að Stjörnuliðið að koma inn á. Þorsteinn Guðmundsson, Miguel Pelletier, Matthew Gibson, Janis Novikovs og Ismar Hadzirsebovic ásamt Birni Baldri Tryggvasyni. Þetta byrjunarliðið á Stjörnunni. Jorge Manuel Basualdo Castano og Miguel Mateo Castillo fæddir 86-89. Castillo svakalegur sóknarþengjandi leikmaður. Sjáum hérna Börk Marinósson, svo Hlöður Hlöðursson inn á ásamt Galdri Mána Davíðssyni. Svo kemur líberóinn Þórarinn Jónsson. Það von á spennandi leik hér í kvöld. Það má fastlega búast við því. Stórlega efast að þetta fari í einhvern öruggan sigur. En það er þó aldrei að vita. Það leikurinn á að hefjast núna á slaginu 6. Við fáum að tala bara hérna mínútu yfir. Þétt setið í Neskaupstað. Samt ekki, það svona 30 manns þarna. Menn að tala spænsku. Og ekki eftir neina að bíða. Stilla hana uppi. Það eru Stjörnumenn sem hefur uppgjöf. Þetta ræðilega gert. Stjörnumenn komnir með stig og þá kemur uppgjöfin. Svífur í loftinu þarna og Castillo reynir en hann fer í netið. Stjarnan með annað stig. Og framheldur Novikovs að taka uppgjöfinar. Fínasta uppgjöf. Þriðja stigið hjá Stjörnunni. Byrja ágætlega. Novikovs hendur það í aðra uppgjöf. Hún lág, fer hon á netið. Kemur upp Galdur og Castillo. Glæsilega vel gert hjá honum. Fyrsta stig Þróttara og þeir eiga uppgjöf. Castillo, hann ætlar að taka hana. Skemmtilegt hlaupanna fer á netið og hann á. Komið sér í spil. Neglur sér netið, ná að bjarga þessu. Spila þetta bara safe.
Virkilega vel gert. Þróttarar annars DS var og fyrir utan línuna. Og heldur bara Castrillo áfram í uppgjöfunum. Það kemur með fastan bolta. Vel gert hann hjá Novikovs. Það eru upp í þetta. Vel gert hjá líberónum. Og Castrillo reynir svo ná í stíð hérna en Stjörnumenn bjarga þessu. Kom þessu upp. Og hérna kemur þetta frábærlega vel gert hjá Novikovs. Þórarinn. Glæsileg vörn þarna hjá Stjörnumennum. Og þeir komast niður bítinu við. Stjörnumenn fá þetta stig. 4-2. Þá fáum við Þorsteinn Guðmundsson í uppgjöfuna. Komar sér spil og glæsileg vörn þarna hjá Stjörnumönnum. En það er búið að dæma þarna. Þróttar að fá þetta stig. Kemur Hlöðver, hann er gríðarlega góður í uppgjöfunum. Kemur þessu yfir hana, Novikovs. Og þeir þrjuma þessu niður, vel gert hjá Þrótturum. Castrillo! Frábærlega gert hjá honum, 4-4. Mikill stigasafnari. Þá heldur bara Hlöðver áfram í uppgjöfunum. Kemur fínan boltan upp. Kemur hann vel gert, Þórarinn. Stjörnumenn reyna komið sér svo. Og þetta er stig á Þróttara. Jorge Emanuel Basualdo Castano nær í þetta stig. Stjörnumenn byrjaði að leika krafti en Þróttarar núna komum með forystu í þessari hrinu. Kemur Hlöðver, nær þessu vel yfir Novikovs. Koma þessu upp. Kemur smassið. En Þórarinn næra bjarga þessu vel og reynir að koma sér yfir. En þetta er stig á Stjörnuna. Náði ekki að flengja boltanum yfir netið. Kemur uppgjöfin. Þetta er vel gert þarna og glæsilegt smass. Vestur í uppgjöfu Galdur Máni Davíðsson. Magic Máni. Flott uppgjöf þarna. Koma þeir. Koma sem bara létt yfir. Reynar aftur. Ágætis vörn en Stjarnan fær þetta stig. 6-6. Sama Börkur að nota kanti. Já, þetta var ekkert svakalega góð uppgjöf. Þróttar að fá þetta stig. Börkur tekur núna uppgjöfuna fyrir Þróttara. Kemur þessi vel yfir Novikovs. Koma þessi upp. Spilar þetta upp hérna og þá kemur Castrillo. Enn eitt stigið á Þróttara. Castrillo að spila í díó hérna meðan Börkur er að henda sér í uppgjöfuna hana. Hún kemur hérna frá Gjarn Novikovs. Spila þetta upp, þetta er fínt. Og Þórarinn hérna. Það er völdum að þessu en það er Stjarnan sem á þetta stig. Í
Ísmar Hasid Sebovic tekur gott tillaup. Þetta er fínt, þetta er glæsilegu uppgjöf hjá honum. 8-8. Og heldur hann áfram. Það var fínasta uppgjöf hjá honum, sjáum hvað hann gerir núna. Það getur Sigurður Þórarinn. Hann kemur upp Börkur og þá kemur smassið en Stjörnumenn verjast vel. Og þá er búið að dæma. Stjarnan fær þetta stig. Og áfram heldur Ísmar að taka uppgjöfurnar. Stór og stæðilegur. Kemur hún, fer yfir netið, Þórarinn kemur upp og þá kemur smassið, glæsilegt smass þarna. 9-9. Jorge fyrir uppgjöfuna. Hér kemur hún. Hún er góð, Novikos kemur þessu upp og Þróttarar eiga þeirra stig, býtur við, já. Þeir taka þetta stig. Hann fór ekki inn á þeirra helming. Þetta er tæpur. Jorge. Þetta glæsileg uppgjöf hjá honum. Það Stjörnumenn vel varist hann hjá Þrótturum, komið sér upp en það er stigið sem Stjarnan tekur þarna. Kemur uppgjöfin, Þórarinn kemur sér upp. Castrillo. Stjörnumenn verðast þessu vel og hér kemur smassið. Vel gert þarna Þórarinn. Börkur á Castrillo og þeir ná ekki að bjarga þessu. 11-10 er staðan. Valgeir Valgeirsson sem allar upp í uppgjöfuna núna. Það kemur hún, Novikovs og þetta er vel gert, frábært smass þarna. Þorsteinn Guðmundsson mjög mikilvægur hérna í þessu Stjörnuliði. Benedikt Baldur Tryggvason stiga safnar eins og Castrillo hinum megin. Kemur Novikos, þetta er hár bolti en lúmskur. Castrillo. Þetta er frábær háverð þarna. Þeir halda þessu áfram. Þorsteinn. Þetta er vel gert þarna. Börkur, lúmskur. Annar lúmskur hana, Þórarinn. Upp á Castrillo og glæsilega gert hjá hann að vera hann inni. Þessi er inni. Nei, hann var ekki inn í þessi. Stjarnan fær þetta stig. Börkur, Castrillo og þetta er glæsilega gert hjá honum. Þessi er alveg klálega inni allavega. Nú allar hann í uppgjöfuna. Tólf. Nú kemur hún. Þessi er, það ratar ekki inn á völlin, stig á Stjörnuna. Þá ætla að fá Þorsteinn Guðmundsson í uppgjöfuna. Það kemur hún er fín. Börkur,
Og Galdur nær í þetta stig, hörkustig hana. Það þarf ekki að vera flókið. Þá mætir Hlöðver. Það kemur þetta er fínt. Novikovs. Og frábær hávörn en Stjarnan fær stigið. Kemur boltinn upp. Börgur og frábært smass en Stjörnumenn gera vel. Og þá kemur Benedikt en þetta er frábær hávörn þarna. Það eru Þróttarar. Já. Einhver ruglingur hjá mönnum hana. Það er einhverju óvissu með hver að taka uppgjöfuna. En það er Galdur. Hann ætlar að taka þetta. Og kemur hún. Novikovs. Og fín vörn hana. Novikovs kemur hún aftur upp. Og vel gert hana. Nei, ná að redda sér. Nei. Allt og háar bolti fyrir Castrillo hana. Börgur reyndi að gera það sem hann gat, en það var ekki nóg. Stjörnumenn leiða 15-14. Þá kemur uppgjöfin frá Michael Fletcher. Þetta er flott uppgjöf. Börgur og Castrillo. Það á að verjast þessu. Þessi var upp á þetta stig. Stjörnumenn datt ofan á línuna þarna. Þá vilja menn aðeins pústa, taka leikhlé. Hörku leikur sem við erum að hafa hérna. Rosalyn Ray fer yfir stöðuna hennar mönnum. Anna Maria Lítil Búsa fyrirgeði. Rosalyn auðvitað hinum megin Stjörnumönnum. Kemur uppgjöfin frá Pelletier. Átt upp í loft. Skemmtilegur snúningur á þessu. Börgur og glæsilegt smass þarna. Valgeirsson. Börgur fyrir uppgjöfina 16-15 fyrir Stjörnunni. Kemur uppgjöfin þarna. Og halda þessu gangandi, glæsilega vel gert. Börgur með þetta og kemur hann Castrillo. Stjörnumenn verjast þessu. Þarna kemur, þetta er glæsilega þarna gert. Ná í 17. stigið. Benedikt Baldur Tryggvason. Það kemur Ísmar, hann nú átt ágætis uppgjafir inn í leiknum. Þórar inn, Börgur og kemur Castrillo upp og hann nær í þetta stig fyrir þá. Borgey það verður í uppgjöfuna núna. Hér kemur hún.
Þetta föst uppgjöf, Novikovs. Og þetta í netið, 17. stig Þróttara. Það Thomas þetta allar græjur hann í stúkunni. Jorge fer aftur í uppgjöf. Hér kemur hún. Gera þetta vel og Benedikt Baldur og þetta í... Nei, þeir ná að halda þessu. Stjörnumenn, þetta virkilega vel gert hjá þeim. Boltinn datt hann á netinu, ná að halda boltanum gangandi og ná svo í þetta öfluga stig hérna. Þá kemur Benedikt í uppgjöfuna. Hér kemur hún og þetta bara í beint í netið. 18. Þórainn út af og innan kemur Galdur. Það er Valgeir Valgeirsson sem ætlar að hendi hérna góð uppgjöf. Nú kemur hún, Novikovs. Og vel gert að stjörnumönnum. Halda þessu upp þarna Börkur. Ná að halda þessu gangandi. Það gefur Benedikt. Börkur gerir vel. Og Castrillo. Novikovs núna og þá kemur Börkur. Castrillo. Þetta er gott stig sem Þróttar að fá þarna, 19-18. Geir kemur hún upp. Og Matthew Gibson kom hún upp og býtur við þeirra sinni. Já, þessi bolti er inni. Sjáum að Gibson, Pelletier og Þorsteinn í fremstu með Ísmar og Benedikt þannig fyrir aftan sig. Kemur uppgjöfinn. Börkur og Galdur. Vel gert hana. 20-19. Castrillo í uppgjöf. Hér kemur hún. Fín uppgjöf hjá honum hana. Komaður átt upp. Vörnin mest, Novikovs. Gibson. Og hana kemur smassið. Þróttar halda þessu gangandi. Og Castrillo, hann er réttastig, 21-19. Þekkjast ég á fórista. Það heldur bara Castrillo áfram í uppgjöfunum. Það er leikhlé. Róselin eitthvað að tala hana við Matthew Gibson. Þá stillaður upp Þorsteinn Gibson. Kemur Castrillo með ennina uppgjöfuna. Hún er mjög góð. Gibson kemur hátt upp. Þetta er stig sem Þróttar að fá hárrétt. Og Castrillo, hann ætlar bara að halda áfram. Það er bara svoleiðis. Vinna ágæti stig með hann í uppgjöfunum. Og frábær uppgjöf þarna. En Benedikt er að halda þessu floti. Þá kemur boltinn yfir frá Ísmar. Börkur upp og Galdur, hann þrumar þessu en Stjarnan nær í stigið. Og út af vellinum. Gefur Galdur. Ásinn er laus. Koma. Kemur Þorsteinn.
Börkur og þetta var stórskrítið hana, boltinn dansaði bara ofan á netinu. En Stjarnan fær þetta stig. Nú var ekki séð þetta áður. Boltinn í góða 2 sekúndur hana ofan á netinu. Og kemur Þorsteinn yfirgjöfina. Og þetta út af Þróttar að fá þetta stig. 23-21. Næstur í uppgjöf Valgeirsson. Það er honum vel yfir þarna. Matthew Gibson kemur upp og þarna kemur smassið. Þróttar að gera vel. Novikovs. Gibson. Þeir halda þessu gangandi. Börkur. Castrillo. Þetta er góð vörn til Stjörnunni. Mér syns þeir þetta stig, já. 23-22. Og Gibson fer í uppgjöfina. Við kemur hún. Börkur og kemur smassið, reyna að halda skákandi Þórarinn. Þannig kemur Castrillo, Novikovs. Þetta er ekki nógu góð móttaki á honum en Benedikt heldur svo inn á Ísmar yfir Börkur. Smassið og glæsileg vörn þarna hjá Stjörnunni. 23-23. Það er leikhlé. Það eru Þróttarar sem taka þetta leikhlé. Nú verður hart barist. Castrillo. Hann er þarna í Díó. Kantur á kantinum. Börkur og þarna kemur Castrillo. En þessi fer út af. Það er Jorge sem var í Díónum, ekki Castrillo. Kemur Gibson með uppgjöfina. Stjörnumenn geta klárað þessa hreinu núna. Þórarinn. Börkur. Stjarnan tekur þetta 25-23. Stjarnan komið í 1-0 í hrinum eftir æsi spennandi fyrstu hrinu hérna. Var nú útlit fyrir að Þróttarar væri að fara að vinna þessa hrinu en Stjörnumenn komu öflugir tilbaka og nú var snúað í taflinu.
góða kvöldið árdagóðir. Þá komið að annar hrínu hér í þessum leik. Þróttunes Stjarnan vinnur fyrstu hrínuna 25-23 í hörku hrínu og Stjarnan sem náði þarna yfir undir alveg í lokinu undir 23-22. Skora svo þrjú stig í röð og hirða fyrsta stigið. Þróttarar litu vel út hér í fyrstu hrínu en Stjarnan gerði vel og það eru Þróttarar sem að eiga uppgjöfina. Sjá hvað þeir gera hérna. Já, pínu uppgjöf. Og Stjörnumenn koma þessu róla yfir. Hávarnir kemur stígur hann ekki yfir hérna. Það er seiling frá Þrótturum og stígir Stjörnumanna. Það var Stjörnumenn sem að eiga uppgjöf. Þróttar að koma hér og reyna að lauma hann yfir en það segja þér, já, Þróttarar fá stíð, það kemur hérna við Stjörnumenn og dómarleiksins var sammála því. Guðmundsson gerir sig kláran að taka þessu gjöf fyrir Stjörnuna. 2-1 hér býtur nú við. Þetta var langt frá því að vera góðu gjöf en Stjarnan fékk stíð þarna áðan. Það var einhver hélt að hann hefði gefið Þrótturum þetta stig áðan en Stjarnan fengu stíð og Þróttarar fengu núna eftir þessa slöku uppgjöf. Hér kemur aftur á móti frábær uppgjöf hjá Þrótturum en Stjarnan er að koma þessum bolta yfir. Og hér kemur, nei, misti smá taktir hérna. Aftur er Hávarðinn frábær hérna hjá Þrótturum. Smassið yfir. Þetta er skemmtileg sókn hérna hjá báðum en þetta er frábærlega gert. Frábær smass og það skilaði góðu stígi fyrir Þróttara. Það var Castano, Jorge Emanuel Castano sem átti þetta stig. Hér koma Stjörnumenn náðu ekki að tímasetja sér rétt þarna og þessi bolti, hvað segir dómarinn? Já, það eru Þróttarar sem að fá þriðja stigið. Svo ekki almennilega hver það var. Skoðum hérna. Hér koma Stjörnumenn með uppgjöfina 3-3. Þetta ætlar að verða spila svipað og fyrsta hreinan. Jafnt og það eru Stjörnumenn sem að fá stigið. Fjóra stigið í hús hjá þeim. Frábær Hávarð þarna hjá Stjörnunni og þeir ná enn einu stiginu, 5. stigið í hús og komnir hér 2 stigum yfir. Uppgjöfin hjá Stjörnumönnum, frábær uppgjöf og Þróttarar rendi í vandræðum og Stjörnumenn ná ekki að smassa þessu niður. Kemur lauma, frábær lauma
og þetta var leikmaður nummer 2 að mér sýndist Mikael Castillo sem að átti þetta stig og þessi uppgjöf ekki góð og stjörnumenn ná hér 2 stiga fórstu. Þá kemur stjörnumenn þessi sending slæm og stjörnumenn fá hér auðvelt stig 7-4 stjörnunni vil og þeir leiða hér hreinu 2. Þá er það Mikael Letier sem á uppgjöfuna. Hér kemur hálfgerð lauma hjá Galdri. Hér kemur smass frá Benediktri Tryggva en þetta skilaði sér í stigi fyrir stjörnuna. Það har ekki verið frábært smass þá telur það og það er leikhlé. Jæja, þá erum við komin með mikill meistara með mér hérna, Ingvar Arnarsson. Já, Frelsingi ekki? Fyrirverandi Frelsingi? Jú, mikið rétt. Og spilaði fyrir stjörnuna margra ára og er í frambúði í dag, eða var. Hvað sér Ingvar, staðan hér 8-4 fyrir stjörnuna. Fyrsta hreinan mjög jöfn. Já. Og stjörnumenn kannski að byrja þetta betur núna. Deildin, hvernig finnst þér hún að spilast? Hún har margar nátt mjög sérstök. Afturölding hefur ekki tekið við sér og þessi kemur mörgum óvart. En Stjarnan hefur verið að standa sig fínt og þetta er erfiður útivöllur. Þú þekkir það nú úr þinn íþróttagrein, það er mjög erfitt að fara í svona langt ferðalag og mæta í hús með fullt af heimamönnum. Já, nákvæmlega. Eins og staðan segir þá eru að tala bara Stjarnan sem með 3 stig og Þróttur 2. Já. Afturölding, eins og segir, með 0 stig eins og staðan er í dag. Já, fóru út í Evrópuleik og töpuðu honum líka 3-0. Þannig að það gengur hvorki niður ekkur í þeim. Nei, en eru aftur á móti með mjög sterkan hóp. Já, það er kannski eins og það eftir að þetta er langt tímabil eftir að taka við sér. Já. En hér eru Þróttarar með uppgjöfuna. Það er stjörnumenn sem að ná þessu. Já, Ísmaður skilaði þessu vel niður og var vakandi þarna við netið. Það eru mikla breytingar á þessu liði núna, stjörnuliði núna undanfarin ár. Já, það var náttúrulega farið að eldast dálítið og bræðurnir eru núna búin að draga sig í hlið, Róbert og Vignir. Og það er bara að koma nýjir menn fyrir að stað. Já, gott úrlíkastarfi í stjörnunni. Það hefur verið en það er aðeins að draga úr því núna sem er ekki gott. Þetta virðist að koma í bylgjum svona, uppgangur í þessu og svo er niðursveiflan núna. Við stjörnumenn verða bara að Stjarnan verður að taka sig á í því. Já, það er ekkert annað búið. Þetta er mikið gott starf hérna einmitt hjá Þróttur Nes. Já, það har alltaf verið svona voðalega sterkt fólk sem að drífur starfi áfram. Þetta er skemmtilega gert, virkilega skemmtilega gert. Frábært smass. Þetta var, hver var átti þetta? Var þetta ekki Þorsteinn sem átti þetta smass? Þetta kannski með villisvann lista? Nei, ég held að það var það ekki Mike sem átti smassið. Þristur Stjörnunar. Já. Hann er mjög öflugur í afturlínunni. Og þeir ná vel saman, hann og Matthew uppspilari. Og skemmtilegt að fylgjast með því með Síldin og Þróttarinn vera mótmæla þessum dómi. Já. Vildu meina hann hafi stigið yfir sóknarlínu. Þeir eru eitthvað að fara yfir þetta dómararnir hérna. Já. En það má náttúrulega ekki snerta línuna, það er að segja sóknarlínuna, þegar afturlínu leikmaður stekkur upp. Og það er eðlilegt að menn
svona reyni að mótmála eða hafi jafnvel eitthvað til síns máls. Já. Það fyrsta reyni að fara 25-23, það er alltaf skemmtilegt þegar reynin að fara svona. Eins og ég var að segja hérna, fyrsta reyni að það var staðan 23-22 fyrir Þrótt. Já. Og stjórnumennir komu hérna sterkir og skoruðu 3 síðustu stigin. Já. Þetta getur verið, menn getur orðið taugastrekktir, sérstaklega það er mjög jafnt og hérna. Það er daburt þegar klikkar uppgjöf eða eitthvað svona ódýr stig. Nákvæmlega. Þú sé að Þróttararnir er eitthvað reikistefna þarna hver á að vera uppgjöf. Já, það er náttúrulega stór hluti að þessu kannski einhverjir nýjar áhorfendur að það skiptir máli hvernig þú skiptir inn á það, hvaða stöðu þú spilar. Já. Það má ekki bara spila einhverja stöðu eða hlaupa på hvern sem er inn á. Nei, menn verða að halda stöðu en yfirleitt skipta menn nú sem sagt þeir sem eru í sóknarlínu skipta innbyrðis og þeir sem eru í afturlínu skipta innbyrðis. Þannig að það er ákveðin sérhæfing sem menn hafa. En svo er eins og ég segi, þessi frelsingi eins og þú spilaðir, hann er yfirleitt í öðru sér treyju og það finnst ekki sér mikið að því stjörnumegin. Við sjáum það hérna á Þróttararnir, þeir eru með leikmann nr. 17, hann er líbero eða frelsingi svo kallaður og sjá hann skiptir hér út af, það er frjálsskipting með hann en svo lengi sem hann kemur í afturlínu. Já. Og það er sérhæð varnarstaða, það má líka þessu til dæmis við bara eins og handboltanum, það er sérhæð varnarmenn í öllu liðum þar. Þetta er svona sjöundi leikmaðurinn. Hann er yfirleitt ekki stór þessi. Nei. Þess vegna varst þú það ekki? Það verður snöggur niður sko. Já, snöggur niður. Það er árið. Það er lipur. Yfirleitt er þessum mönnum skipt inn á fyrir sko hávaxna miðjum. Já. Það er svona venjan en hérna það er nú allir gangur á því. Jafnvel skipt út kantsmössunum fyrir þá. En það er helst verið oftast verið að taka út miðjumann fyrir líbero. Já, og hérna sjáum við að Þróttararnir er búin að saxa aðeins á þetta og fá hérna ódýr stig. Þetta var ekki gott. Þetta var ekki gott. Og jafna hér 10-10 eftir að hafa lent 3 undir. Og það stefnir allt í svaka baráttu hér milli þessara liða og má alveg búast við 5 hrinum í þessu. Já, þarna var sko leikmaður Stjörnunni sem hefði átt að gera betur, koma þessum bolta yfir, það er mjög mikilvægt og svo uppspil hafi ekki verið fullkomið. Galdur Máni þetta með mistök í uppgjöf. Já, þetta er dýrt og við sjáum hérna að Janis kemur í uppgjöf fyrir Stjörnuna. Tekur hérna létt stökk uppgjöf. Já. Fín móttaka fyrir Stjörnumenn eiga við þetta. Og Þróttararnir á að koma þessi í leik og frábær smass þarna. Þarna er flott afturlínu smass. Já, örfættur leikmaður. Þetta er ekki leikmaður nr. 2 Janis sem átti þetta. Miguel. Já, Miguel Mateo. Það er mjög erfitt líka fyrir sko hávarnir að stilla sig af á móti afturlínu smassi. Og oft sjá þarna Benni kemur hana, slæður afturlínunni. Þjálfarinn aðeins að aðstofan, þetta ekki á vegginn hérna. Aftur Benni á afturlínunni. Já, aftur. Kemur líberóinn skemmtilega til að þessi langt úti. Já, hann hitt hann ekki vel þannig. Og það var Miguel Mateo með sóknarmistök. Og staðan 11-11, eða 12-11, réttar að sagt. Og spurning sko, kemur Þorsteinn í uppgjöfuna ef að hvort að Stjarnan skipti líberónum eitthvað inn á. Já. Og þessi uppgjöf mjög slæm. Og uppgjöfunir hjá Stjörnunni ekki verið upp á marga fiska í þessu leik. Mörg mistök, það er nokkuð mistök sem hafa og dýr mistök. Já, það er spurning hvort að Stjarnan hafi nokkuð verið með líberó með sér í hópnum. Já, það getur verið. Þeir eru bara, hvað, þeir 4, 6, 7? Þeir eru bara 7 á skýrslu, sko. Já. Þarna er líberónar ekki að taka á móti þessu. Nei. Sóknarstig, Mikael með sóknarstig og staðan 13-12, Stjörnunni vil. Hér kemur uppgjöfin. Já, sterkur uppgjöfunum. Já,
Jú, Stjarnan verður þetta, en ná ekki að smassa hann yfir. Nei, þannig kom Valgeir sýndist mér inn á miðsvæðið og ætlaði að fá svona... Já, sóknarmistöki Valgeir. Já. Það er að Matthew. Hér kemur smassið og þeir taka vel á móti sem setjum með henn. Og þetta er inni eða hvað? Jú. Vel gert þarna hjá Michael. Skorar fínt stig fyrir Stjörnuna. 15-12 komnir 3 stigum aftur yfir. Það er gaman að fylgjast með þessum uppgjöfum, en það tekur svona slæra flatt, þannig að gefa flot á hann. Það er mjög erfitt í móttöku. Já. Boltinn svona fer til hliðana. Helgin að reyna að laumu og að heppnast. Þetta var vel gert. Benedikt Baldur. Það þarf ekki að vera fast. Nei, það þarf ekki alltaf að vera fast, sko. Það er gott að vera með hnit með það. Já, 16-12 hér Stjörnunni vil og þeir aðeins að spurning hvort þeir sé að fara að slíta sig frá Þrótturum hér. Hér kemur hann er mjög öflugur hérna örfendur Mikael Matteo en Þróttararnir svara þessu hérna fá 1 stig. Benedikt sló þennan bara beint út af. Hefði þurft að ná skrúan aðeins betur niður til að ná hann inn. Þá kemur Valgeir hérna í uppgjöf, hann er sterkur uppgjöfamaður hjá Þrótturunum. Fyrirliðin hjá þeim. Já. Það setur flott á hann hérna. Hér kemur aðeins og fljótur í loftið hérna en Þróttar lendi í vandræðum. Hávörn er fín. Og hér fer hann annars séns og fer þetta ekki af. Jú. Fer hann af uppspilara Þróttara. Og Michael skorar sóknarstig. 17-13 Stjörnunni vil og Michael fer hér í uppgjör, hann er með 10 stig. Já, hann er drjúgur Michael Matteo, hann að örfetti leikmanni á Þrótti með 13. Hann er hann og hann gerir þetta alveg ótrúlega vel. Þarna verða Stjörnumenn að vera með 2 í hávörninni. Já. Það er alveg, þetta er bara gjöf fyrir mann eins og þennan sem að skila svona vel. Spurningum ekki að nota hann í handboltan hann það, veist það líka? Veist það segja? Hann tekur aðeins og fast þarna og mistur ekki uppgjöf og það gefur Stjörnunni ódýr stig. 18-14. Þá kemur Ísmaður, þetta er reynslubolti Stjörnumönnum. Hann getur átt alveg hrikalega góðan dag í uppgjöfum og svo getur hann mjög slæman dag í uppgjöfum eins og við sjáum hér, sko. Já, hann er búinn að eiga 1 ás í dag eða í kvöld. Já. Og þetta var eins langt frá því að vera á svo hægt þar. Tvistur. Já, þetta var alveg. Og hann næst í undirnett. Já, það er ekki gott. Nei, það er bara ákveðið refsing á menn sem að gera svona. Já, það er fín uppgjöf hérna. Hér er Baldur með frábær hávörn en hann gengur ekki fyrir út af. Sjáum þarna voru 2 komnir í hávörnuna og þeir náðu ekki að stilla sig nægilega vel af til þess að spegla boltan í rétt átt og þar alveg fór hann bara beint út af og Benni fekk þarna ágætt stig. 19-15. Ekki var nú alltaf hann að þetta stig en henni frábær hávörn hjá Matthew og þeir fá stigið þeir fer af Þrótturum út af. Það var spurning hvort Þróttarnir fær ekki að taka leikli. Jú, þeir gera það núna. Já, 20-15. Menn eru oft að reyna hérna svona rjúfa uppgjafa lótuna eða rönnið hjá viðkomandi með að taka leikli og svona. Já. Stressa menn upp. Komnir 5 stigum undir og langt liðið á þessa hreinu, þannig að það er eðlilegt að Þróttarnir taki leikli. Við sjáum hana önnu þarna, Anna, með þjálfari þeirra. Hver er þjálfari á Stjörnunni, er ekki? Það syns mér kvenkist líka eða? Já, það er hún hérna Rósalinn. Já. Það er algengt í kannski blækjuna, það sé líka þjálfari sem er að þjálfa bæði kalla og kvenna eða? Já, það er bara orðið nokkuð algengt.
Það verður bara ganga nokkuð vel. Já, það er jákvæmt bara. Sjá hvað Þróttararnir náða að stilla sig saman hérna fyrir loka. Hvað segir dómarinn hér? Já, þarna steig hann greinilega á línuna. Já. Steig hann á línuna og Þróttararnir fá þá stíi. Það var Michael sem að vantarlega gert það. Já. Það er greinilega brjáluð stemming í húsinu. Já. Trommur og leti. Já. Þessi uppgjöf ekki góð. Við höfum svolítið einkennandi fyrir þessa lótu að uppgjöfnir hafa ekki verið að vera neitt svakalega öflugar. Það er mikið eins og ég segi, næstu undir netið. Þetta á bara ekki að þekkjast sko. Við talum ekki að menn eru að taka uppgjöf af gólfinu, þá á að skilja niður, það er alveg. Já. Það koma Hávardin, tveiri Hávardin, þeir voru enga veginn í samtaka þarna og Þróttararnir dúndruðu þessu niður. Já, þetta er hann Jorge og miðjumæður sýnist mér. Já, Jorge Manuel, nr. 1. Virkilega öflugur. Hér kemur, hann er að bredda þessu fyrir hot þarna. Hér kemur, jú, þeir fá þetta, fer af Hávardinni og út af. Það er ekki að borja þessa uppgjöf. Hann tók uppgjöfina og sendist nú að það hafi verið Mikael sem átti það. Jorge er þarna að katturinn sig. Þarna voru einhvern veginn sem að vandræða, þurfti að setja þennan bolta þessu gratis yfir. Frábær vörn þarna hjá Þrótturum. Þessi bolti farinn og Stjörnumenn fá hér stig. 22-18. Það kemur skipting. Egill Þorri að koma inn á. Þorsteinn Guðmundsson kemur út af. Ekki komið mikið út úr Þorsteini, hann kannski ekki öftast í línu bara. Já, hann gekk nú þarna samt spil sem hann skilaði ekki. Það er gaman að sjá hvort að Egill skili uppgjöfinni. Já, nákvæmlega. Já, mjög skemmtilega uppgjöf. Hér er Hávardin vel lesið þarna. Þessi Stjörnumenn endi í vandræðum, koma honum yfir. Og fá Þróttarar. Vel gert. Aftur reyna og hittir ekki alveg boltan þarna en það kemur ekki að sök og hér kemur smassið og fer hann ekki á lið. Já. Vel gert. Já, Þrótturum. Hann er ekki búinn að gefast upp. 19. stigi á þeim. Egill Þorri átti þessa uppgjöf hérna og það var svo ég sá nú ekki alveg hver átti smassið, sástu það? Stigið. Var það ekki Jorge sem er í uppgjöfinu núna? Hér kemur massið hjá Mikael hjá Stjörnunni að taka á móti þessum. Skemmtileg lauma þarna. Ég er mjög hrifinn af laumunum. Og hér er Hávardin, gerir nákvæmlega það sem hún á að gera og fær þetta mikilvægt stig, 23. stigið og á uppgjöfina. Stjarnan var með þarna mjög sterka menn í framlínu í blokkinni, þannig að það var bara tveir saman hérna. Já, þarna var Atli Fannar Klaufi, náði ekki að tímasetja þetta rétt og boltinn í netið. 24. stigið og Stjörnumenn þurfa því nú bara einungis 1 stig til þess að klára þessa hreinu. Spila mikið upp á hann Mikael Mateo og hann neldi þessu bara út af og 25. stigið í höfn hjá Stjörnunni. Þeir komnir í 2-0. Ákjósalega stöðu til að klára þennan leik. Þetta er svona með þess að maður var að horfa á fyrstu hrinuna og svo lengi vel í hrinu 2 þá svona leitið út fyrir að vera svona 5 hrinu leikur. En þeir fljótt að snúast. Það er mjög fljótt að snúast. Menn voru greinilega þarna mjög einbeittir og Hávardin tekur þarna nokkur stig sem er
skiptir rosalegum sköpum, það snýr leiknum oft algjörlega við. Þráttur það að Nesararnir voru með 3 í framlínu, 3 sóknarmenn og uppspilaði afturlínu og það náður ekki að nýta sér það nægilega vel. Nei, nákvæmlega. Mikael Mötti í Þrótti Nes búin að vera mjög öflugur með 15 stig en þeir leggja mikið upp á að spila upp á hann. Nú kom að láta eiga smassið. Já, hann hefur líka verið að skila ágætlega hann Jorge hjá þeim. Hann komið með 2 stig á blokkinu líka. Já. Stjörnumenn sömulegis eru svona Benny og Michael sem hafa verið að bera upp þeirra sóknarleik. Og Michael er alveg opbóðslega sterkur í hávörnum líka. Þetta skiptir miklu máli að hafa öfluga með bæði smassi og hávörn. Já, má gaman geta að hrósa lagsamöndum fyrir þetta livescore app sem þeir eru með á síðan sinni. Þetta er nýtt á nálinni hjá þeim og búin að vera kemur mjög vel út og ef fólk vill fylgjast náið með stigaskor og útkomu og stigum þá mælum við með því að þið skoðið bli.is. Það er líka tekið þar inn líka móttakan sem skiptir ekki síðum máli hvort að menn sé að taka vel á móti, hún er að gefa ákveðin stig eða hún er það er ákveðin einhvern og þá getur maður líka fylgst með hverjir eru að standa sig vel í þeim öfnum. Sérstaklega áhugamál fyrir okkur varnarnir. Já, að taka við boltanum, jú. Það er ekki mikið í smössunum. Já, það sem eru yfir, undir 1 og eitthvað. Já. Þannig, þetta er gott framtak og til fyrirmyndar þetta fórið hjá þeim. Já, og umgjörn Þróttur hefur verið líka, mánu hrósa þeim, þeir hafa verið duglegir að hafa sendt út líka sjónvarpaleikinn yfirleitt. Já. Bara af eigin vef og það hefur verið mjög skemmtilegt að geta fylgst með leikinn þaðan gegnum tíðina, þannig að þeir hafa verið mjög duglegir. Þá getum við farið að gera okkur klára fyrir friðrútu. Þú voru að spurning hvort að Þróttararnir snúið sig við. Já. Hvort að heimavöllurinn skiptir í raunverulega máli. Já, nákvæmlega. Hér ná Stjörnumenn að stoppa þetta en frábær móttaka þarna en ekki kannski svo frábær. Hún endaði þarna hinum einn og Stjarnan fær stigið. Það er virkilega vel gert hjá Benna þarna, hann sló hann mjög fast og hávörnin var aðeins og fljótt upp hjá Þrótturunum og það er mjög erfitt að tímasetja áhörnir á móti þessu afturlínusmassi. Já. Eitt mór hér og Stjarnan með uppgjöfuna. Og býtur nú við, nei, þeir fá bara stíð, það er greinilega snert þarna í jörðina, boltinn. Og þessi móttaka var ekki góð. Nei. Svo beint bara á besta stað fyrir Stjörnumenn. Stemning í húsinu. Þessi uppgjöf ekki góð. Og Þróttar að komast á blað. Jannis með mistök í uppgjöf. Já, Þróttararnir eru nú með þarna gett skipaðan hóp. Hann hefur skráð 2 líberóa í hópnum og svo er nú reynsluboltinn hérna Hlöður Hlöðursson. Hann er einn af bræðrunum, eins og kallaðir. Já. Hann er númer 15, eða ekki? Nei, númer 5. Númer 5. Já. Sýnst hann ekki verið inn á núna, hann var inn á í annar rinni aðeins. Það er staðan 3-1 hér, Stjörnunni vil. Hér kemur smassið og það fer af Stjörnunni. Fínt stig, þarna hjá Þrótti. Og Jorge sem að tók þetta smass. Og fer svo beint í uppgjöf. Við sjáum hérna hvoru horni eru svo kallega línuverðir sem að eiga sker úr svona vafatrið, til dæmis fylgjast með línunni hérna hvort að hann stíði á hann í uppgjöfinni eða var yfir.
Og sama með dómarar hérna í miðjunni. Já, þú eru 2 dómarar hérna við netið sem hafa sitt hlutverk hvor sko. Sjáum hann að línuverðin hann setur flaggið niður og þá dæmir hann boltan inni. Stjarnan var hér stig, 4 stig komið inn hjá þeim. Þróttarar með 2. Stjarnan með á góðu róli hérna, komnir 2-0 yfir. Þessi maður þarf að vera eiga stjórnuleik hérna. Mikael Mateo, hann er þeirra lykilmaður sóknarlega. Við sáum að það var 2 manna hóðun á mótunum og hann reynir að slá hann fram hjá hóðunni en nær ekki að stýra hann nægilega vel niður. Nei, en Stjarnan eins og sé, hann hefur þurft að gera þetta nokkuð sinnum og þessi Stjarnan það bara er að fara að lesa þetta vel. Þetta, býtur nú við, þeir voru nú næstuði búin að bjarga þessu. Já. Nei, hann dæmdi hérna á 13. Mókstur, já. Þetta var hrikalega fast mars. Já, Þróttararnir taka leikli. Henni er að skila mjög vel þarna. Það var bara með 1 á móti sér í hávöldinni og er að vera ansi sterkur smassari að þá á sá bolti bara að liggja inni. Það er alveg... Já, fyrirliðin hjá Stjörnunni. Já, þetta er uppalinn strákur hjá Stjörnunni. Kom með 9 stig, 2 úr blokkinni hérna. Já, og er góður í móttökunni líka. Við verðum að skila nokkuð vel þar. Þannig að hann er alveg að skila sínu og vel það. Hún lætur það að heyra það, alveg gjörsamlega. Já. Ekki sátt. Það er ekkert annað í stöðunni, þeir eru búin að missa dampinn hérna. Voru með yfirhundurna í fyrstu sinnu, töpuð henni bara á síðustu mínútunni. Þetta er 3 stig og bara á eina mínútu. Og töpuð svo nokkuð örglega í hrinnu 2. Þessi fer af. Stjörnumönnir fá tækifæri í smassið en móttakan fín. En ekki nógu góð samt. Ekki nógu góð. Hún leit vel út til að byrja með en hann náði ekki að stýra þessu almennilega. Er svo ekki leikur hjá morgun aftur? Hvernig er... Já, þú... Stórt er spurt. Kemur mér í bobba hér. Já. Við þurfum að athuga það mér. Þannig ég þannig að lið sko reyna að klára... Já. Jú, þannig er hann þarna. Jú. Já, hérna. Hann er í hádeginu morgun. Já. Það er rétt. Það er 2 umferð, þannig að við reyna að ná því í einni ferð, sko. Já. Svo leikur fyrir 4. Já, þetta er strempið prógram. Menn er greinlega snemmi, á fluginu seinnipartinn eða fyrir. Já. Það er bara snemmi í hátinn. Já. En það er oft verið gaman að heimsækja Norðfjörð. Já. Það er nokkra ferðið það. Já, en það var orðið viðtektir og ýmislegt gert. Já, Ísmar náði ekki að gera sem matu þess að hann komin hátt í loftið en mókar hann svo bara niður sín megin. Og Þróttarar fengu hérna ódýr stig. Nú er Hlöðver tíðnefndur komin inn á hjá Þrótti. Já. Einn af bræðrunum. Þessi, hvað segja dómararnir? Já. Þróttararnir skildist nú að vera smá snerting hérna en það var ekki dæmt á það. Mjög erfitt að sjá þetta líka. Já. Lítil snerting og dómararnir ekki alveg nógu staðsettir til að nema það. Það kemur ekki við einu og hún er fín. Og hérna gengur þetta upp hjá Ísmar. Og hann skorar 9. stigið. Eða 8. stigið, kannski vitleysið mér. Það var 8. stigið sem að Stjarnan fekk. Já, Matthew verðist vera að reyna að dreifa spilinu núna aðeins. Nú er erfiðara fyrir Þróttarana að stilla sig af. Vel gert þarna. Það kemur Lauma. Þeir ná að vinna úr þessu Þróttararnir. Nei. Aðeins og langur þarna. Hér har hann aftur tækifæri og þetta er frábær smass. Já, Mikael Mateo.
Þarna smassa hann með línu eins og kallaðir. Þess að hægra megin við háðinu og niður með hliðlínunni. Það er oft mjög erfitt að eiga við þessa bolta. Það er snöggt á varnarmenni þar. Já, 8-6. Kemur smassi og það gengur ekki upp. Eins og ég segi, þetta er hansi margar uppgjafir sem er ekki að ganga upp hjá liðunum. Þetta er mjög dýrt og menn eru oft að reyna að stökka uppgjafir og ráða jafnvel ekki alveg við það. Það gerir svona óbúslega fastar uppgjafir að fer hann upp beint út beint í net. Egill Þorri hér að koma inn á fyrir Ismar. Hann skilaði ágætlega uppgjafin í síðustu hreinu. Þessi beint út. Já, þessi var ekki góð. Það er ekki þingurinn. Eins og svo oft áður. Næstu dansaðrið á miðunni. 9-7, Stjörnunni vil. Þá er á hlaðverð. Hann er hérna bara út úr húsi að taka þessu uppgjöf. Og hún virkar fullkomlega. En Stjarnan með frábært smass og fyrir af Hávarnir út af. Og það er Benni sem skilaði þessu. Hann er að reyna stróttunum mjög erfiður hérna. Já, með 10 stig hérna. Tiltölulega stuttum tíma. Og hér er smassið og það er himinhátt yfir. Og þetta var þetta ekki Jorge? Jorge, jú, Jorge Emanuel sem átti þessi mistök. Það var aldrei líklegur þessi bolti að lenda einu sinni. Og staðan 11-7. Stjörnunni vil. Stjarnan enn og aftur með slæmu uppgjöf. Benedikt Baldur sem að á að vera næstur í uppgjöfinni. Nei, ég veit ekki, það var Michael. Það voru Valgeir hjá Þrótturunum. Já, Valgeir, já. Þarna var afturinu smass. Hvað dæmaðir? Veifaði þarna allan að línuvörðurinn. Já. Sóknarstig 12-8. Þessi rétt slefa yfir. Já, þetta er ekki eins og bortennis að þú var annur uppgjöf eða fyrir netið eða? Nei, þessu, en það var eins og þannig að það mátti ekki snerta, boltinn mátti ekki snerta strenginn og í uppgjöf þá. Í uppgjöf þá og mjög breytt og koma svona skemmtilega aðtöku upp. Hér kemur boltinn vel yfir og hér kemur smassið, frábær smass. Og það er Mikael Matteo sem að mótar vinstri höndina og neglir hún niður. Staðan 13-9, Stjörnunni vil, 4 stiga munur. Þessi uppgjöf góð. Þetta smass fínt líka, móttakan fín. Sem við lauma ekki nógu góð. Aftur smass, móttakan flott þarna hjá Þrótturum og smassið er flott þarna. Aftur er það Mikael Matteo. Það eru dullir að finna hann. 13-10. Hann skilaði þessu vel. Borja hérna með fína uppgjöf. Komið svo stað. Gerir það aftur. Móttaka þarna. Frábær Hávörð þarna hjá Mikael Matteo. Hann skorar 3. stig í röð fyrir Þróttarana. Komið ykkur 18-19 stig. Já, þarna er viðsnúningur. Nú eru Þróttararnir komin í 11 stig. Þannig hvort að Stjörnunni fari ekki að taka leikli og svona heldur áfram. Góð móttaka, það er Borjan. Þetta smass líka vel gert. Úff, þarna Þróttarar bara að losa boltan yfir. Stjörnumenn reyna að ná smassinu, ná því ekki. Bæði í pínum vandræðum. Já. Býtur nú við, þeir ná að bjarga þessu. Já, þetta er skemmtileg lota hérna í gangi. Já. Hér kemur smassið, þeirra af Þrótturum.
Þetta er vel gert þarna. Hann hættur boltan fara. Sá hann að koma átt að sér. Og að beygja sér frá. Og Hávörðin hjá Stjörnunni síðastur að koma við boltan og Þróttarar hér konum með 12 stig. Stjarnan tekur leiklega. Já. Þetta er ekkert annað í stöðunni aðeins að stoppa rönnið hjá Þrótturum. Já. Hrista saman mannskapinn aðeins. Hann er búinn að vera mjög öflugur núna, Mikael. Eins og sagði hann er búinn að taka 3 stig hérna í röð. Já. Hann var mjög, fór lítið fyrir honum og gekk ekki mikið upp hjá honum hérna í annarri hrinu. Var svolítið maðurinn í fyrstu hrinunni og týndist aðeins hann í hrinu 2 en er svona aðeins að byrja að sína sitt rétt andlit núna aftur í 3. Já, virðist vera svona líkillinn að sóknarleik Þróttara. Já, það sýnist það alveg nokkuð ljóst. Þeir leita mikið á hann í Ísmaelssonum þeir fá tækifæri á því. Þessi Hávörn er glæsileg hjá Þrótti og jafna hér leikinn 13-13. Það er Jorge Manuel sem það er blokkinni. Borjan búinn að vera í uppgjöfunum hérna sem ég veit ekki hverjar. Hér kemur smassið sem móttaka og henn á ekki að redda þessu fyrir horn. Mikael fær hérna flottu stigi. Kemur Ísmar inn á fyrir Egil Þóra. Já, Egil var núna að koma snúningur og hann er að færa stöðu fyrir net og þá skiptist hérna allir út á fyrir Ísmar og þar er auðvitað verið að fá inn mjög öflugan blokkara. Uppgjöfin, hann er góð og hér kemur smassið og það fer af Stjörnunni út af og Stjarnan Þróttur sig jafna leikinn aftur 14-14. Hér eru konum með alvöru hrinu í gang. Já, 13-9 áðan. Kemur smassið og býtur nú við. Það er úti. Þessi var nú tæpur. Mjög tæpur. Línu verður með þetta allt á hreinu að það. Jorge Manuel með mistök í uppgjöfinni. 15-14. Það er smassið hjá Hlöðveri. Það komur boltanum yfir. Hér er nokkuð ljós. Hver fær boltan? Og hann er ná að bjarga þessu. Hann er Mikael og Michael. Aftur reynaðir. Þeir smassa þetta, Hávörði verið þetta beint í andlita á honum. Ísmar sterkur þarna. Já. Við sáum þarna að Mike hann ver hann í Hávörðinni og tekur hann svo strax aftur og er í raun og eina skipti þar sem að sami leikmaður má taka boltan tvisvar í röð. Hér hefur hann eitthvað snúið sig öklaðan Jorge Manuel. Var þetta hnjaski? Já. Það er víst hægt í blakki líka. Já. Kannski minnum höfuðhögg í þeirri íþrótt heldur en öðrum boltakarinum. Það er kannski eftirleik getur menn orðið. Þetta lítur illa út. Vont fyrir Þróttarna að missa Jorge Manuel út af, búinn með 10 stig og 3 úr blokkinni. Já, það er spurning hver kemur inn fyrir hann þarna. Birkir Freyr. Leikmaður nr. 12. Staðan 16-14. Þetta geti sett strykirreikningin hjá Þróttarunum. Já. Það kemur boltinn yfir. Stjörnunni taka vel á móti þessu. Mjög smassið, Hávörðin er að stöða þennan og hér kemur smassið aftur. 3 manna Hávörð. Já, 3 manna Hávörð. Þessi fyrir gegn. Já, Mikael náði þessu í gegn. Hávörðin ekki nóg þétt þarna. 17-14. Þráttur þetta var 3 manna Hávörð Stjörnumann, það var nú ekki mjög þétt. Nei. Voru dálítið á hreyfingu. Það kemur frábær uppgjöf þarna
Kemur smassið, þeir ná að bjarga þessu, aftur fer hann í smassið. Móttakan fín hjá Stjörnunni. Og þetta er vel gert þarna. Það er ekki... Það var Jannis þarna úr afturlínunni sem sló þennan. Það er 14-18, Jannis með þetta stig. Jannis með 4 stig fyrir Stjörnuna. Ismael með 6, Bendi 10 og Mikael með 17. Við Þorsteinn með 1 og Matthew með 1. Já, Þrótturum er það Jorge Manuel með 10, hann voru hendar meiddur út af núna. Mikael Matteo nr. 2, örfendur. Sjáum hann labba hann í burtu. Hann er að labba í átt að klefunum bara því mér og hann er búinn. Spurning hvort það hefði áhrif á hann á morgun. Já, það getur verið dýrt fyrir Þrótturana. Já. Sem hvað þeir gera hérna, býtur við, þetta fer af. Já, það verðist að vera snerting hérna. Já, dómarinn segir það, þarna, Galdur Máni. Það er þetta stig. Þá gera Þróttararnir skiptingu, það er leikmaður nr. 7, Börkur sem kemur inn á. Kemur í uppgjöfuna. Galdur kemur út af. Þetta er greinilega ungur strákur á Þróttarunum. Já, hann er greinilega með að vera góður í uppgjöfunum. Sjá að þjálfarinn er að gefa honum fyrirmælum væntanlega hvert eða á hvern hann á að senda. Já. Þetta var skemmtilega gert, frábært kerfi hjá Þrótturum. Það var örgulega að sjá að setja hann í strengslinn. Setja hann í strenginn og svo komaði Rossmassanir. Já, skemmtilega gert og fínt stig hérna. Já, flott hjá Þrótturunum. Þessi leikur er alveg í járnum með þá. Já. Það er að nýta sér þessa uppgjafir núna. Háarnin og hún er engin. Nei. Og þetta var til þess að auðvitað hjá Mikael. Og hans 18. stig hérna í þessu leik. Michael. Hann er með uppgjöfuna, hann er góð. Og hann reynir að laumu og það gengur ekki upp. Nei, nú vill uppspilarinn meina að hann hafi verið að reyna að spila boltanum upp. Já, við komum seiling. Já. Er hann eitthvað að benda dómarinn á það? Það sýndist nú öll að hann hafi verið með bara aðra höndin í þessum bolta og verið að reyna að lauma honum yfir. Já, það sýndist það svona. 2016 hér og Stjörnumenn á að halda þessum í leik. Hér kemur smassið og það er út af. Hér er Stjörnumenn farnir að loka vel á hann og Mikael Matteo. Já, þetta er ég myndi kalla þetta einhæfa sókn sem að Þróttararnir er bjóða upp á núna. Já. Leita mikið á hann. En nú hefur uppspilarinn 2 aðra valmöguleika. Það eru Hlöðver og Valgeir frammi. Hann leitar út á kantinn og það skilar þessu. Já, hann fannst inn núna þegar af vörninni, ávörninni og út af. Hann er ekki hættur, hann Mikael Matteo. Hann er ekki að gefast upp, ekki vanur því. 21-17. Og fyrir hann í svaka uppgjöf. Jújú, og neglir hann út af. Það er yfir. Þetta er dýrt. Já, hann var hérna full ákvæður. Já, við sjáum núna sko Þróttararnir eru bara með 2 sóknarmenn og uppspilar frammi. Það er spurning hvort að uppspilarinn muni leita í afturlínu á Mikael eða nýta sóknarmennina frammi. Já. Hann fann að Valgeir. Stjarnan fær þetta stig. Og þetta er bara út af eða. Já, Mikael Matteo með mistök í uppgjöf, eða hvað? Nei, á Valgeir. Valgeir slæðir hann út. Og þessi bolti ekki góður hjá Ísmar. Nei, þetta hefur ekki verið sterkur uppgjöfadagur hjá Ísmar. Það var ekkert ástæðulausu að Agli hefur verið skipt inn á fyrir hann í uppgjöfunum. Og mikið loft í boltanum eða eitthvað. Já, gæti verið. Hittast í húsinu getur haft áhrif sko. Já, það er ákveða reglur um það, hvað heitt má vera í húsinu. Já.
Við hérna gjör svo vel að fara eftir það láma setja 10 gráður og má ekki fyrir yfir 25 gráður, þannig að hafið þið það. Ólíklegt að þessi 25 gráður hann inni en það er aldrei að vita. Það er aldrei að vita, en þetta hefur vissulega áhrif á flot á boltanum. Og hér er frábær móttaka hana. Smassið, Þróttar að halda þessi við leik og lauma. Það kemur smassið, Hávarðinn gerir vel hana hjá Þrótturum. Aftur eru Þróttarar að gera vel en Klaufarar ná ekki að koma honum í betra spil hana. Hér er þessi bolti út af 23, 18, 19. Þróttarnir eru mjög segir þegar boltinn hefur gengið svona lengi á milli og þá hafa þeir yfirleitt klárað stígið. Já. Jannis hérna með þessi sóknarmistök og hér er það Hlöðver. Tekur alltaf aðeins svo langt í burtu þarna. Eins og sagðir, hann er næstíð bara komin út úr húsi. Já. En hann er gegnum tíðina mjög stabíll uppgjafamaður, þannig að 24-19 hér þurfa Stjörnumenn bara 1 stig til þess að klára þennan leik. Og hvað? Nei, náði ekki núna. Mistök í uppgjöf hjá Stjörnunni. Og staðan 24-20. Og glímur klukkan. Það var skipting. Kemur Hávard, hvað segir dómarinn hérna? Stjörnumenn fá boltan. Þessi fór upp í loft og hefur snert þakki og þá er boltinn dæmdur úti og Stjörnumenn fór stígi. Og þar með er bara leik lokið með sigri Stjörnuna 3-0. Þetta kannski leit ekki út fyrir að vera 3-0 slagur hér í upphafi en eins og sé, þetta er fljótt að gerast í svona leikum. Þróttararnir komist þarna inn í annar hrinu aðeins og svo náðu Stjörnumenn að vinna hana og svo verði hann fyrir blóðtöku þegar að Jorge sýndist að vera öglinn. Já. Það er spurning hvernig það verður á morgun þá. Já, eins og segir þá nýta ferðalagið bæði þegar Þróttarar koma hérna söður og þegar lið koma til þeirra og það spila yfirleitt 2 daga í röð. Já. Og það verður gert á morgun, það er í hádeginu á morgun sem þeir spila. En gæðin á þessum blagleikingar, hvað gefur þessu engun? Þetta var kannski ekki uppgjafar leikur. Nei, það voru sögubækurnar. Mikið af mistökum, við sjáum það bara ef við kíkjum hérna á statistikið og hérna en svo voru líka ágætist tilþrifin á milli. Við sáum hérna boltinn gekk ábyggilega 10 skipti, menn voru að verja hann og allavega hana en ég myndi nú kannski segja að það væri dálítið mikið af mistökum. Já, en við Hvort sem þú kaupir á netinu eða í verslunum, þá getur þú dreift kostnaðinum með raðgreiðslum Borgunar. Því það er svo margt sem við gerum bara á jólunum. Borgun raðgreiðslur. They said the age of heroes would never come again. Has to. It's really cool. You guys seem ready to do battle. But I've never done battle. I've just pushed some people and run away. I dig it. Don't engage alone. We do this together. I've never done battle. I've just pushed some people and run away. I dig it. Don't engage alone. We do this together. What are your superpowers again? I'm rich. Justice League, frumsýnd 17. nóvember.
Með pulled pork, double bacon, jalapeno, rjómaosti og barbecue-sósu. Caesarsalat pítsan með kjúkling, hvítlauk, ferskur Caesarsalati á toppnum. Gísla og uppsölum með pepperoni, baconi, rjómaosti, piparosti og svörstu pipar. Shaken pizza, einfallega betri á bragðið. Svona þetta. Gera, læra, vinna, skapa og leika þér. Babú. Ekki gleyma að leika þér. Svona þetta. Fáðu Lenovo hjá Nýherja, Borgartúni, Kaupangi og á netverslun.is. Svona þetta. Verslunartækni. Allt fyrir veitingar og stóreldhús. Verslunartækni, Draghálsi 4. Sport FM.